Koltvíoxíð, það er sökudólgurinn í þessu öllu. Það er þessi ósýnilegi lyktarlausa gas sem leikur hér okkur öll. Hugsaðu hvað við værum búin að taka mikið meira á sig að það væri lykt af koltvíoxíðinu og það væri litur á því. Þá værum við miklu fljótari að bregðast við. Carbfix felur í sér aðferð til þess að hreinsa koldíoxíð frekar en að sleppa því út í andrúmsloftið með mjög einföldum hætti. Við leysum koldíoxíð bara upp í vatni eins og við gerum þegar við búum til sódavatn. Dælum því ofan í jörðina og þá taka náttúrulega ferli við sem að jörðin sjálf hefur beitt í þúsundum og milljónir ára til að varanlega binda koldíoxíð í bergi. Náttúran að gera þetta á ýmsum stigum. Þetta að gerast hérna út á miðunum, þar sem að kalkþörungar að binda koldíoxíð. Þetta gerist í bergi. Þannig að náttúran alltaf að sjúga þetta í sig. Það ekki bara trén og gróðurinn sem tekur í sig koldíoxíð, það bergi líka. Maður segja sem svo að við erum að herma og hraða ferlum sem náttúran fann sjálfu til að varanlega binda koldíoxíð í bergi. Veðrum bergs tekur upp koldíoxíð. Og við höfum meira að mælt þetta fyrir allt Ísland. Til langs tíma þá viljum við komast á þann stað að geta beitt henni í rauninni á hafi úti. Þannig að við getum nýtt allt basaltið á sjávarbotni og sjóinn sjálfan til þess að leysa upp koldíoxíðið. Það er náttúrulega svo mikilvægt að stunda grunnrannsóknir sem eru þá forvitni drifnar og líka þú eru innsæi og leiðbeinendur hafa haft innsæi og yfirsýn að leiða þig á einhverjar spennandi brautir þar sem eitthvað mikilvægt getur gerst. Að takast það að breyta því sem upphaflega eru grunnrannsóknir yfir í nýja tækni og ferli. Án slíkrar nýsköpunar þá myndi atvinnulífið staðnast algjörlega. Það bendir flest til þess að seinni þessarar aldar að þá verðum við að taka koldíoxíð beint úr andrúmslofti. Ekki bara gas, strompi, orkuvera, iðjuvera og svo framvegis. Og nú stundir til dæmis þá er bein hreinsun úr andrúmslofti eina leiðin til þess að fanga til dæmis koldíoxíð sem er sleppt frá flugi. Þannig að koldíoxíð sem losnar í New York, það er nokkur dögum seinna komið hérna til Íslands, það skiptir raunum meira ekki máli hvar þú gerir hlutina þegar við ætlum að beita þessum loftsúgum, ég kalla það gassugur. Og það er alveg ljóst að tækifærin eru mjög mikil, hvort sem er á landi, en kannski ekki síður á hafi úti. Og það bendir flest til þess að við þurfum kannski að fara að binda einhverja stærðargráni 5 til 10 gigatonn á ári af koldíoxíð. Skiptir ekki máli hvað það er gert, gera það sem best er að gera það. Einn af bestu stöðum til þess að gera er hérna á Íslandi.